Biskup Íslands, Agnes M. Sigurðardóttir, fyrrverandi forsetar kirkjuþingsfulltrúar og góðir gestir. Ég vil byrja á því að þakka tónlistafólkinu Kammerkór Bústaðakirkju, Jónasi Þóri organista Bústaðakirkju og Erni Árnasyni leikara, tenor og gleðigjafa fyrir fallegan tónlistaflutning og svo mikið uppörvandi. En góðir kirkjuþingsfólk og þið gestir hér, hugur okkar hefur svo sannarlega verið hjá Grímseyingum, en kirkjan þeirra, Miðgarðakirkja, brandi kaldra kola í septembermánuði síðastliðnum. Auk kirkjuhússins sem var friðað brunnu ýmsir merkir kirkjugripir, svo sem eins og altaristafla frá árinu 1879. Töluvert var af útskornum munum í kirkjunni, þar á meðan skírnarfontur og einnig voru þar 2 kirkjuklukkur úr kopar. Svona tjón aldrei hægt að bæta til fulls, þar sem merk menningarverðmæti að ræða með mikla sögu, auk þess sem að ræða tilfinningatengsl sóknarbarna og annara til kirkjunar. Aðdáunarvert hve íbúar í Grímsey tóku þessu óláni af miklu æðruleysi og hafa þeir sýnt að þeir munu hefjast handa að bjartsýni og dug við að koma sér upp nýju guðshúsi sem þeim svo mikilvægt. Við svona aðstæður ómetanlegt að hafa svigrúm til styrkveitinga frá þjóðkirkjunni til að styðja við byggingu nýrrar kirkju. Það var mjög ánægjulegt að fylgjast með því hvernig prestar, starfsfólk og söfnuður brugðust við í heimsfaraldrinum á svo fjölbreyttan hátt og nýttu tæknina til að koma til móts við safnaðarfólk. Þar sýndi kirkjan hvers hún megnuð þegar aðstæður breyta skyndilega og hugsa þarf upp á nýtt hvernig kirkjuleg þjónusta veitt, til dæmis við útfarir þegar í gildi eru samkomutakmarkanir. Ég vil lýsa fyrir hönd kirkjuþings þjóðkirkjunnar yfir þakklæti til alls þess fólks vígðra, jafnt sem óvígðra, launaðra, jafnt sem sjálfboðaliða, sem lagt hafa sitt af mörkum til að halda úti þjónustu kirkjunnar við þessar erfiðu aðstæður sem við erum loksins að komast út úr. Kirkjuþing nú háð í síðasta skipti á þessu kjörtímabili. Á þessu kjörtímabili hafa mjög mörg stór mál verið til umfjöllunar á þinginu. Má þar einkum nefna þá mikilvægu stefnumótun sem fram hefur farið á grundvelli samþykkta þingsins frá 2019 og sem birtist okkur í nokkrum málum á þessu kirkjuþingi sem öll eru þjóðkirkjunni þýðingar mikil. Þá hafa miklar skipulagsbreytingar verið til lykta leiddar. Skipulagsbreytingar sem segja má að byrjað hafi verið að ræða á árinu 2007 þegar þáverandi kirkjuþing samþykkti að hefja endurskoðun laga þjóðkirkjuna. Breytingaferlið hefur því staðið yfir í 17 ár og nær yfir 4 kjörtímabil kirkjuþings. Fjölmargir einstaklingar hafa lagt af mörkum til stefnumótunarinnar og skipulagsbreytinga þeirra sem hér ræðir. Vil ég fyrir hönd kirkjuþings þjóðkirkjunnar færa þeim öllum alúðar þakkir fyrir þeirra mikilsverða framlag. Þetta síðasta þing kjörtímabilsins einkennist af því sem að framan sagt stefnumótun og skipulagsbreytingar, en mjög mörg mál sem það hvort tveggja varðar lögð fram. Enn fremur mun þingið þurfa að fjalla þröngan fjárhag kirkjunnar og ráðast gegn þeim rekstrarhalla sem við blasir. Á þessu kirkjuþingi nú 38 mál og ánægjulegt að geta þess að langflest málanna voru lögð fram með þeim 4 vikna fresti sem áskilinn í þingsköpum. Málin hafa verið í opinni samráðsgátt til kynningar og kostur gefinn á framlagningu umsagna. Hafa borist nokkrar umsagnir tiltekin mál. Þá hefur sá háttur nú verið hafður á að öll þingmál birt á opnu vegg kirkjunnar í stað þess að vera í aðgangsstýrðu gagnaherbergi. Það mat forseta að það hefur leitt til þess að fleiri sýna nú áhuga á þingmálum þegar þau svona aðgengileg öllum. Nú skal farið yfir helstu viðfangsefni þessa fráfarandi kirkjuþings,
Það fyrir tímabili 2018 til 2021. Á þessu kjörtímabili hófst umfangsmikil skipulagsbreyting á prestakallaskipan landsins með sameiningum og stækkun prestakalla í dreifbýli jafnt sem þéttbýli. Segja má að sú vinna hafi byrjað árið 2018 með stefnumörkum biskupafundar sem birt var það ár í nýrri samráðsgátt á opnum vef kirkjunnar. Í þessu sambandi má minna á þá stefnumörkun framtíðarskipan sókna, prestakalla og prófastsdæma sem kirkjuþing samþykkti árið 2000 og sem enn er í gildi. Þá samþykkti kirkjuþingi sama ár að gerð skyldi tilraun með starfrækslu Grafavogssóknar og Grafavogsprestakalls í óbreyttri mynd frá 1. janúar 2001 að telja. Söfnuðurinn og prestakallið hafa starfað undir óbreyttu skipulagi síðan og er þetta fjölmennasta þjónustueining kirkjunnar í dag. Verkefnið hefur gefist vel. Telja verður að reynslan af því að hafa prestaköllin stærri, það er með 2 eða fleiri prestum sé góð og æskilegt er að áfram verði haldið á sömu braut bæði í þéttbýli og dreifbýli. Eins og áður sagði var á kirkjuþingi 2019 samþykkt að ráðast í stefnumótunarvinnu fyrir þjóðkirkjuna. Haldið var stefnumótunarfundur þjóðkirkjunnar 7. febrúar 2021 með þátttöku það bil 100 manns. Megin áhersluþættir sem fram kom á þeim fundi voru eftirfarandi: efla og bæta æskulýðsstarf, endurskoða stjórnskipun kirkjunnar, efla til muna kynningarstarf, tryggja fjárhagslegt öryggi og gæta að ráðdeild. Þessu til viðbótar voru tilgreindir aðrir þættir svo sem að efla mannauð kirkjunnar, að efla stuðning við einstaka þætti í starfsemi safnaða og efla aðsókn að kirkjunni. Kirkjuþing hefur fylgt þessu eftir meðal annars með samþykkt skipulagsbreytinga sem greint verður frá hér. Lyktir fengust á árunum 2019 til 2021 hvað varðar þá endurskoðun laga þjóðkirkjunnar sem hófst upphaflega á kirkjuþingi árið 2007 eins og áður segir. Í því sambandi skal einnig minnt á að kirkjuþing 2015 kaus 3 manna viðræðuhóp við ríkisvaldið fjárhagsleg samskipti ríkis og kirkju. Viðræðurnar skiluðu þeirri niðurstöðu að gerður var svonefndur viðbótarsamningur ríkis og kirkju við kirkjujarðasamkomulagið frá 1997 til 15 ára sem öðlaðist gildi 7. september 2019. Og ég vil við þetta tækifæri þakka þeim því þeir eru hér staddir, bæði Magnús fyrrverandi forseti kirkjuþings og Óskar Magnússon fyrir alla þá vinnu sem þeir lögðu í samningin við ríkið. Hafið kæra þökk fyrir. Samhliða var innleidd ný og einföldu löggjöf þjóðkirkjuna samin af fulltrúum kirkjunnar í samvinnu við fulltrúa ríkisins og er samþykkt á kirkjuþingi 2020. Löggjöf þessi öðlaðist endanlega gildi 1. júlí síðastliðinn með nýjum lögum þjóðkirkjuna nr. 77 frá 2021 og brottfalli eldra þjóðkirkjulaga frá árinu 1997 frá sama tíma. Auk þess átti sér stað umfangsmikil lagarhreinsun úreltra og gamalla réttarheimilda á sviði kirkjumála. Áður hafði kirkjulöggjöf verið breytt tvívegis eftir undirritun framangreinds samnings og tóku veigamestu breytingarnar gildi í ársbyrjun 2020. Þá tók kirkjan meðal annars við starfsmannamálum sínum og fjármálum og lauk þar með afskiptum ríkisins af þeim málum. Svonefnd framtíðarnefnd kirkjuþings sem kosin var á kirkjuþingi árið 2019 vann allar nauðsynlegar breytingar á starfsreglum kirkjuþings, bæði aðlögun gildandi starfsreglna og nýjum lögum, en vann einnig að samningu nýrra starfsreglna, til dæmis fjármál þjóðkirkjunnar, og nefndin lauk störfum árið 2020. Árið 2018 var samþykkt ný fræðslustefna þar sem sérstök áhersla er lögð á skírnarfræðslu og einnig persónuverndarstefna, svo og stefna aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundnu áreiti, ofbeldi og meðferð kynferðisbrota innan þjóðkirkjunnar. Þá var ný jafnréttisstefna samþykkt á kirkjuþingi 2019 og endurskoðuð fasteignastefna árið 2020. Kirkjuþing hefur látið umhverfismál til sín taka og hafa verið samþykktar ýmsar ályktanir á því sviði á starfstíma þingsins
auk þess sem sérstök áhersla á fræðslu umhverfismál í fyrrnefndri fræðslustefnu. Sett var á laggirnar sérstök úthlutunarnefnd kirkjunnar árið 2020 sem hefur tekið við því hlutverki sem kirkjuráð hafði áður að annast úthlutanir til sókna sem hét áður Jöfnunarsjóður sókna og verkefna sem Kristnisjóður hafði áður styrkt. Enn fremur var stofnsett sama ár kjaranefnd þjóðkirkjunnar sem annast viðræður við þau stéttarfélög sem gæta hagsmuna starfsmanna þjóðkirkjunnar og gengið var frá kjarasamningi milli þjóðkirkjunnar og Prestafélags Íslands 21. júní 2021 og má kalla að þetta sé sólstöðusamningur. Auka kirkjuþing 2021 samþykkt á grundvelli nýrra þjóðkirkjulaga ályktun stjórnskipan kirkjustjórnarinnar. Yfirstjórn kirkjunnar skipt upp í 2 ábyrgðarsvið sem starfi nái saman. Biskup gætir einingar kirkjunnar, hefur tilsjón með kristnihaldi, kenningu kirkjunnar og víðri þjónustu og ber ábyrgð á öllu því lýtur að þessari grunnþjónustu þjóðkirkjunnar. Kirkjuþing kýs framkvæmdanefnd úr röðum kirkjuþingsfulltrúa sem hefur í umboði kirkjuþings eftirlit með fjárhag og rekstri þjóðkirkjunnar og fylgir eftir ákvörðunum og áætlunum samþykktum af kirkjuþingi. Starfrækt skal rekstrarskrifstofa þjóðkirkjunnar í umboði kirkjuþings. Framkvæmdastjóri rekstrarskrifstofu þjóðkirkjunnar ráðinn af framkvæmdanefnd í umboði kirkjuþings heyrir undir nefndina og fylgir eftir lögbundnu hlutverki kirkjuþings að því varðar fjárstjórn, stefnumótun í rekstri og áætlanagerð. Rekstrarskrifstofa sinnir jafnframt allri almennri þjónustu við yfirstjórn þjóðkirkjunnar sem og við starfseiningar ábyrgðarsviði biskups, eftir því sem við á í samræmi við þau verkefni og sérfræðiþekkingu sem innan vébanda skrifstofunnar. Fyrir kirkjuþingi 2021-22 liggja ýmis mál varða þá stefnumótun sem áður var getið. Auk þess mörg mál sem fela í sér aðlögun að nýjum þjóðkirkjulögum og samræmingu við löggjöfina. Þar að ræða setningu nýrra starfsreglna málefni sem áður voru lögmælt til dæmis kirkjuþing, jafnframt mál framangreinda nýja rekstrarskrifstofu þjóðkirkjunnar. Samkvæmt bráðabirgðaákvæði þjóðkirkjulaganna falla allar starfsreglur, stefnur og samþykktir kirkjuþings brott næstu áramót, nema kirkjuþing ákveði annað. Liggur því fyrir þinginu að endursetja gildandi starfsreglur eftir því sem þörf talin á, svo og að veita tilteknum starfsreglum áframhaldandi gildi tímabundið meðan þær verða athugaðar nánar. Biskupsembættið mun vafalaust taka meiri ábyrgð á ýmsum málefnum sem mælt fyrir í starfsreglum í dag og æskilegt að athuga hvort ekki megi einfalda sumar starfsreglur og stytta. Í þessu sambandi setti aukakirkjuþing 2021 á laggirnar starfshóp til að endurskoða allar starfsreglur og brottfallin lög og gera tillögur framtíðarskipan þeirra. Forsætisnefnd flytur nokkuð mál á þessu þingi sem einkum tengja skipulagsbreytingum á yfirstjórn kirkjunnar og aðlögun að breyttu lagaumhverfi. Í því birtist sú nýja skipan að þingið hefur orðið mun sjálfstæðara og flytur nú þingmál sem áður hefðu verið flutt af kirkjuráði. Þannig flytur nefndin tillögur að nýjum starfsreglum kirkjuþing sem ekki hafa verið til áður sem heildstæður bálkur. Ákvæði þingið hafa fram að þessu verið í starfsreglum þingsköp en vegna breytts aukið hlutverk kirkjuþings rétt að setja heildstæðan starfsreglubálk sem fjallar með ítarlegum hætti þingið sjálft, hlutverk þess og yfirstjórn. Auk þess fjallar þingsköp fyrst og fremst vinnubrögð þingsins, fundarsköp og fleira þegar það að störfum. Forsætisnefnd flytur tillögu að nýjum þingsköpum og þar meðal annars gert ráð fyrir ítarlegri reglum sérstakt hæfi kirkjuþingsfulltrúa og þeirra sem seturétt eiga á kirkjuþingi. Það byggt á ákvæði 7. greinar nýrra þjóðkirkjulaga en þar gerðar talsvert ítarlegri kröfur að gætt sé að sérstöku hæfi þingfulltrúa við meðferð mála á kirkjuþingi. Þá gert ráð fyrir að framkvæmdanefnd kirkjuþings verði ein af fastanefndum þingsins. Nefndin flytur einnig tillögu að nýjum starfsreglum söfnuði og sóknarnefndir.
Það helsta nýmæli að tekið er saman í einn starfsreglubálk allt það helsta sem varðar starf safnaða, það safnaðarfunda, sóknarnefnda, allt varðar starfsmannahald safnaða og fleira. Áður voru ákvæði þetta bæði í eldri þjóðkirkjulögum svo og núgildandi starfsreglum sóknarnefndir. Hér hefur eingöngu verið tæpt á helstu málefnum sem fjallað hefur verið á kjörtímabili þessa kirkjuþings og sem lögð eru fyrir þetta þing. Óhætt mun að fullyrða að þetta sé eitt starfsamasta kirkjuþing seinni tíma og naumast hafa meiri breytingar orðið á skipulagi og starfsemi þjóðkirkjunnar síðan árið 1998 þegar í gildi tóku ný þjóðkirkjulög á grundvelli kirkjujarðasamkomulagsins frá árinu 1997. Í nýjum þjóðkirkjulögum hugtakið söfnuður notað í stað hugtaksins sókn. Sókn nú einfaldlega skilgreind sem afmarkað landsvæði. Auk þess í framkvæmd orðið sókn notað félag þar sem hver söfnuður myndar, það þá umgjörð sem annast rekstur og veraldlega umsýslu safnaðarins. Ég fagna þessari nálgun laganna því orðið söfnuður vísar til fólks en ekki félags. Orðið söfnuður minnir okkur á að það fólkið í kirkjunni sem grundvöllur hennar. Við sem berum ábyrgð á yfirstjórn kirkjunnar erum í störfum okkar í þjónustu við söfnuðinn kirkjunnar. Söfnuðir þjóðkirkjunnar eins og segir í nýjum þjóðkirkjulögunum félagsleg og fjárhagsleg grunneining þjóðkirkjunnar. Hjá söfnuðunum fer fram fjölbreytt kirkjustarf og merkilegt og hver söfnuður hefur sínar hefðir og venjur. Við verðum að halda áfram baráttunni fyrir sóknargjöldunum sem að hálfu ríkisins hefur ekki verið skilað til fulls síðan á árunum eftir bankahrunið. Nemur nú skerðingin hartnær 50%. Við megum aldrei sætta okkur við það að svo skerðing verði varanleg. Í því sambandi mikilvægt að fram hafi komið 29. mál þessa kirkjuþings leiðréttingu sóknargjalda. Miklar vonir eru bundnar við störf sóknarsambandsins sem stofnað var 2019, sem vettvangur fyrir sóknirnar í landinu til samtals, hagsmunagæslu og framfaraverkefna til hagsbóta fyrir söfnuði landsins. Forseti og forsætisnefnd sannarlega reiðubúin að leggja sitt lóð á vogarskálarnar ef það má verða að gagni til endurheimta löglegra sóknargjalda að nýju. Að lokum flyt ég ykkur ljóð Sigurbjörns Þorkelssonar okkur til andlegrar uppbyggingar. Handafar skaparans í lófa Guðs nafn þitt ritað. Þú ert handafar skaparans í þessum heimi og líf þitt hið fegursta ljóð. Heilagur andi hefur blásið þér líf, anda og kraft í brjósti til að vera sá sem þú ert. Þú ert leikflétta í undri kærleikans. Njóttu þess og láttu muna þig. 62. kirkjuþing sett. Forseti kirkjuþings Drífa Hjartardóttir, fyrrverandi forsetar kirkjuþings, kirkjuþingsfulltrúar, vígslubiskupar, tónlistarfólk, góðir gestir. Ég byrja á því að votta forseta kirkjuþings Drífu Hjartardóttir samúð mína og okkar allra vegna fráfalls eiginmanns hennar í þessari viku. Á heimasíðu þjóðkirkjunnar kirkjan.is flokkur frétta af fólkinu í kirkjunni. Þar má lesa fólk víðs vegar landið sem leggur kirkjunni sinni lið. Ein þeirra Valgerður Friðriksdóttir frá Ytri Hlíð í Vesturárdal í Hossó sem hefur sungið í kirkjukórnum frá fermingu eða í 3 aldarfjórðunga eins og segir þar. Önnur Marta Ester Hjaltadóttir sóknarnefndakona í Hrunasókn
sem segir skemmtilegt að vinna í sóknarnefndinni. Benedikta Vogel segir: Ég veit ekki hvers konar lukka hefur verið yfir manni að fá tækifæri til að starfa í sóknarnefndinni og öðru kirkjustarfi. Og svo er það Björn sem hefur verið í sóknarnefndi í aldarfjórðung og daginn sem fréttaritari kirkjan.is hittir hann er aðalsafnaðarfundur og þá kemur í ljós hvort hann heldur áfram. Ég nefni hér dæmi úr þeim frásögnum sem tíðindamaður kirkjan.is hefur ritað fólkið í kirkjunni, en þær eru svo miklu fleiri. Allar greinarnar hans enda á þessum orðum: kirkjan er söfnuðurinn, fólkið. Við værum ekki hér saman komin í dag ef fólkið í söfnuðinum hefði ekki gefið okkur umboð til að vera hér. Við værum ekki hér saman komin til að ræða málefni þjóðkirkjunnar og setja henni mark og mið ef enginn væri söfnuðurinn. Við værum ekki heldur hér í dag ef söfnuðurinn hefði ekki hirði sem hann hefði kallað til þjónustunnar og hefði sjálfur hlýtt kalli Drottins að vera hans þjónn í kirkju hans hér á jörð. Það eru margar skilgreiningar á kirkjunni sem ég ætla ekki að fara út í hér. Vil þó benda á myndlíkingar sem Páll postuli notar kirkjuna í Efesusbréfinu. Eins og við munum þá ofsótti Páll eða Sál og eins og hann var nefndur, kristið fólk en sneri algjörlega við blaðinu í afstöðu sinni til hinnar nýju lífsskoðunar sem Jesús birti og boðaði, þegar hann var fyrir þeirri lífsreynslu að heyra rödd Jesú á ferð sinni til Damaskus, en sú frásaga er skráð af Lúkasi lækni í 9. kaflanum í Postulasögunni. Efesusbréfið geymir margar myndræna líkingar kirkjuna. Hún er nefnd líkami, heimamenn Guðs, bygging, musteri, bústaður Guðs í heilögum anda og brúður Krists. Það er því ekkert einkennilegt þó við mannanna börn séum stundum eins og í lausu lofti varðandi kirkjuskipan og fyrirkomulag, því kirkjan er svo sannarlega ekki eins og hvert annað félag eða stofnun. En það sem tengir saman allar þessar myndir af kirkjunni og gefur okkur visku, kraft og þor til að takast á við viðfangsefnin er Kristur. Það er hann sem blessar og sameinar og gefur okkur kraftinn fyrir heilagan anda. Hann er því hinn eini sanni leiðtogi kirkjunnar og við erum limir á líkama hans, eins og Páll orðar einnig í Efesusbréfinu. Páll notar þessa myndlíkingu líkamann og limina líka í Rómverjabréfinu leið og hann brýnir hinn nýstofnaða söfnuð í Róm og minnir hann á að mismunandi styrkleikar koma saman og mynda eina heild. Hann segir í 12. kaflanum: Eins erum við, þótt mörg séum, einn líkami í Kristi, en hvert sig annars limir. Við eigum margvíslegar náðargáfur samkvæmt þeirri náð sem Guð hefur gefið. Kirkjuþing hefur það hlutverk að setja líkamannum reglur svo limirnir geti starfað eftir þeim hlutverkum sem þeim er ætlað, svo notuð sé myndlíking Páls kirkjuna. Kirkjuþingið nú ber þess merki að þjóðkirkjan er í miðju breytingaferli, annars vegar vegna viðbótarsamkomulagsins og hins vegar vegna nýrra þjóðkirkjulaga. Það sést meðal annars á því að ráðherra kirkjumála ávarpar þingið ekki eins og venja er til og tillögur liggja fyrir er varða fjármál sem líta má á sem beinar afleiðingar viðbótarsamkomulagsins við ríkið sem kirkjuþing samþykkti haustið 2019. Þjóðkirkjan með kirkjuþing í broddi fylkingar fetar sig nú til nýrrar hugsunar, nýrra vinnubragða og nýs skipulags. Það er meðal annars gert í og með þeirri stefnumótunarvinnu sem farið hefur fram, en afrakstur hennar birtist hér á þinginu í nokkrum málum. Viðfangsefnin eru því næg hjá kirkjunni sem er ekki af þessum heimi, þó hún starfi í þessum heimi. Á næsta vori verður kosið til kirkjuþings eins og kunnugt er. Ég sé að í málaskrá þessa kirkjuþings er tillaga að starfsreglum kjör til kirkjuþings. Ég sé líka að ein umsögn hefur verið send inn. Undanfarna daga hafa fjölmiðlar vakið athygli á kirkjuþinginu með því að fjalla tillögur sem hér liggja fyrir. Það hefur ef til vill verið eitt af úrlausnarefnunum að koma því á framfæri við fólkið í kirkjunni, hvernig skipulagi hennar er háttað
og hvernig lýðræðið virkar innan hennar. Ég minntist á skipulag. Á síðasta kirkjuþingsfundi þann 4. október síðastliðinn var samþykkt í 2. umræðu tillaga stjórnskipan kirkjustjórnarinnar. Hún fjallaði að skipta upp miðlægri stjórnsýslu kirkjunnar í annars vegar rekstrarsvið og hins vegar biskupssvið. Tillagan tók miklum og nauðsynlegum breytingum milli umræða sem ég þakkaði og hrósaði kirkjuþingi fyrir. Nú skiptir miklu máli við frekari útfærslu málsins sem mér falið ásamt forseta kirkjuþings að okkur auðnist að nýta þann mannauð sem fyrir á biskupsstofu. Það að mínu viti vond niðurstaða að stofna til nýrrar skrifstofu, rekstrarskrifstofu með tilheyrandi kostnaði. Þó svo þessi 2 svið séu komin til að vera, nauðsynlegt að þau starfi undir sama þaki, undir sömu skrifstofu. Sú einstaka þekking sem fyrir á biskupsstofu nær þá að nýtast báðum sviðum og flæði milli sviðana verður mikið og óheft kirkjunni til dáða og blessunar. Það stenst enga skoðun í þeim aðhaldsaðgerðum sem framundan að stofna til frekari skrifstofu kostnaðar. Hitt heldur þurfum við að nýta hverja krónu til að verja starf kirkjunnar úti á meðal fólksins, sérstaklega út á landsbyggðinni. Annað óverjandi. Ég bið og vona að þær starfsreglur sem þingfulltrúar samþykkja á þessu þingi verði kirkjunni til blessunar eins og aðrar þær samþykktir sem hér verða gerðar. Ég hef fylgst með kirkjuþingskosningum frá unga aldri og veit að skortur hefur verið á vitneskju að hver þjóðkirkjumeðlimur getur boðið sig fram til kirkjuþings. Einnig þarf að finna leiðir til að vekja áhuga fólks á að gefa kost á sér til þingsetunar. Nú lag að láta allar samþykktir kirkjuþings lýðræði, kynjakvóta, aldurskvóta og fleira virka í raun. Í þessu ljósi einnig mikilvægt að brýna, einfalda og skýra starfshætti og vinnubrögð í kringum kirkjuþing. Málefnastarf kirkjuþings, verklag og vinnutækni má ekki verða svo tyrfin, flókin og sértæk að fagkunnáttu þurfi til að geta tekið virkan og skapandi þátt. Lýðræði frjáls, frjór og skapandi vilji hvers atkvæðabærs einstaklings. Til þess að lýðræði virki þarf leikborðið að vera einfalt og skýrt. Hið sama á við aðrar samþykktir kirkjuþings, starfsreglur og aðrar ákvarðanir sem teknar hjá kirkjuþingi sem hefur æðsta vald í málefni þjóðkirkjunnar, þær þurfa að virka í raunveruleikanum. Það talað að einfalda regluverkið í kirkjunni, en oft á tíðum það ekki nógu lausnamiðað og skýrt þegar til á að taka. Það brýnt að þau sem vinna eftir reglunum og með ákvarðanirnar geti það. Það klókt að ræða við þau sem starfa á þeim grundvelli sem kirkjuþing ákveður. Það meðal annarra starfsfólkið á biskupsstofu, fólkið í sóknarnefndunum og nefndunum mörgu sem starfa á vegum þjóðkirkjunnar. Lítil veira hefur stjórnað lífi mannkyns undanfarin 2 ár. Á vef Landspítalans má lesa eftirfarandi: Alvarlegar lungnasýkingar varð vart í borginni Wuhan í Kína í lok desember 2019. Síðar var staðfest að óþekkt afbrigði kórónuveirunnar væri að ræða og sjúkdómurinn fékk heitið COVID-19. Veiran hefur sýkt fólk víða og leitt til margra dauðsfalla allan heim. Heilbrigðisyfirvöld flestra ríkja standa fyrir víðtækum aðgerðum til að hefta útbreiðslu veirunnar og lækna og hjúkra sjúkum, þar á meðal á Íslandi undir forystu almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra, embættis landlæknis og sóttvarnalæknis. Tilvitnun lýkur. Eins og aðrir stóðum við frammi fyrir mikilli áskorun í þjóðkirkjunni það hvernig bregðast skyldi við þessum ágesti. Starfsfólk biskupsstofu hefur verið í nánu samstarfi við landlæknisembættið varðandi viðbrögð okkar. Leitast var við að senda upplýsingar til presta, sóknarnefnda og fleira kirkjufólks eins fljótt og hægt var þegar nýjar reglugerðir tóku gildi. Samtals urðu bréfin 30. Þar sem kirkjustarf fer mikið fram í samfélagi fólks var vandi á höndum þegar samkomutakmarkanir voru miklar. Prestar, djáknar og starfsfólk sóknanna gerðu það sem hægt var í stöðunni, streymdu guðsþjónustum, sunnudagaskóla og öðru því efni sem hægt var að koma á framfæri á þann hátt. Þúsundur símtala voru tekin við fólk sem vitað var að yrði þakklátt fyrir samtalið.
Ég vil nota tækifærið og þakka fólkinu í kirkjunni, í söfnuðunum, prestakollunum og prófastæmunum fyrir að standa vaktina í þessum óvenjulegu aðstæðum sem myndu okkur svo rækilega á að við erum öll á sama báti hvar sem við fæðumst hér á jörð og hvar sem við búum. Annað sameiginlegt málefni allra jarðarbúa eru umhverfis- og loftslagsmálin. Næsta föstudag verður málþing í fyrirlestrarsal Þjóðminjasafnsins hér í Reykjavík sem ber yfirskriftina Öll á sama báti, loftslagskreppan og aðgerðir í þágu framtíðar. Fyrir málþinginu standa stofnun Sigurbjörns Einarssonar og Guðfræðistofnun Háskóla Íslands í samvinnu við samráðsvettvanginn Faith for Nature eða Trú fyrir jörðina. Þetta er ekki eini atburðurinn þar sem fólk kemur saman til að ræða þann mikla vanda sem mannkyn stendur frammi fyrir. Í fyrra var haldin í Skálholti netráðstefna sem leiðtogar 15 trúarbragða sóttu. Þar var fjallað á hvaða hugmyndagrunni mætti sameinast að kalla eftir stofnun heimsbandalags trú fyrir jörðina í tengslum við umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna. Markmið ráðstefnunnar var að sameina ólíkar trúarstofnanir, lífsskoðunarfélög og trúarbrögð heim allan til aðgerða sem tryggt geta heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna framgang. Íslenskt teymi trúar- og lífsskoðunarfélaga, umhverfisstofnana og umhverfissamtaka naut stuðnings ríkisstjórnarinnar við ráðstefnuhaldið og var þátttaka þjóðkirkjunnar umtalsverð. Ráðstefnu þessari var svo fylgt eftir með framhaldsfundi 12. til 13. október síðastliðinn. Nú er unnið að því að 5. umhverfisþing Sameinuðu þjóðanna sem framverður haldið í febrúar á næsta ári lýsi stuðningi við hugmyndina heimsbandalag trúarbragða fyrir jörðina. Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna lýsti viðburðunum í Skálholti í fyrra sem sögulegum og við sem stóðum að henni og tókum þátt í henni erum stolt af því að hafa lagt þar gott til mála. Í gær var ég viðstödd samveru í Kópavogskirkju þar sem framkvæmdir hafa staðið yfir síðastliðin ár. Margir koma að því verki á einn eða annan hátt og voru hlutaðeigandi ferðar að gjöf myndir af gluggum kirkjunnar sem eru eins og kunnugt eftir listakonuna Gerði Helgadóttur. Fram kom í máli sóknarnefndarformanns og sóknarprests að kirkjan nyti mikils velvilja sem hefði komið berlega í ljós í þessum framkvæmdum sem voru miklar og dýrar. Jöfnunarsjóður sókna veitti líka styrki sem munaði og biðji þessa sóknir landsins finni að þær eigi bakhjarl í þessum sameiginlega sjóði sóknanna. Því miður er hann ekki jafn öflugur og áður var vegna skerðingar sóknargjaldana sem voru til viðmiðunar þegar framlagið í sjóðinn var ákveðið á sínum tíma. Vonandi verða sóknargjöldin leiðrétt eins og unnið hefur verið að lengi, en framlagið í sjóðinn mun ekki leiðrétt verða, enda sjóðurinn niðurlagður í þeirri mynd sem áður var og búið að skrifa undir viðbótarsamkomulagið sem verður þar að leiðandi ekki breytt. Í upphafi vitnaði ég í fréttir af fólkinu í kirkjunni og heimasíðu þjóðkirkjunnar kirkjan.is. Margan annan fróðleik er þar að finna sem gefur sýnisorn á því mikla starfi sem þjóðkirkjan leggur á mörkum allt land. Þar eru fréttir af því gróskumikla listastarfi sem framfer, tónlistarstarfi bæði hér heima og þar sem íslenskir organistar halda tónleika erlendis, myndlistarstarfi, þáttöku fulltrúa kirkju okkar í erlendum vígslum og atburðum, fermingarbarnamótum, nýju barnaefni sjónvarpi, starfsemi skjólsins og söfnuðum á grænni leið þeim sem hafa náð settu marki. Þjóðkirkjan leggur sitt af mörkum til að efla fólkið og auðga lífið. Nærir líkamann sálina og andan í trú, von og kærleika. Einn presta landsins gaf út ljóðabóknu nýverið, hana má líka lesa á kirkjan.is. Séra Bragi Ingibergsson yrkir í kvæði sínu gönguleið viskunnar. Ég spurði spádóma forðum í spekinar hofi og leitaði eilífum orðum í auðnu og lofi. Mun gæfan í veraldu velta á von sem er falin, í vörðum sem enginn vill elta og aldrei var valin. Og svarið sem heyrði ég hljóma frá hofinu forðum mun lengi í lífinu óma í launhelgum orðum. Þú gönguleið viskunar velur og vonana dölum, því að gæfan daga þar dvelur í dýrlegum sölum. Verum glöð og stolt af því að fá að taka þátt í starfi kirkjunnar.
Ég veit ekki hvers konar lukka hefur verið yfir manni að fá tækifæri til að starfa í sóknarnefndinni og öðru kirkjustarfi, sagði Benedikta Voga í áðurnefndu viðtali á kirkjan.is. Ég bið þess að það verði einnig reynsla okkar og líðan á þessu kirkjuþingi. Takk fyrir. Ég þakka ykkur fyrir þáttökuna í setningu kirkjuþings og nú göngum við yfir í safnaðarheimili og njótum þar veitinga og getum rætt saman án þess að vera á Zoom. En hafið kæra þökk fyrir og gjörið svo vel.